Við ætlum að vera með svona næstu daga sirpu af viðtölum sem að ég kalla rauði þráðurinn. Hugmyndin svo að ræða þessum vinstrið á Íslandi og kannski okkur heimsluta og kannski víðar og sósíalismin og fá hingað fólk úr ólíkum áttum að velta fyrir sér hver staðan á vinstrinu. Og Guðmundur Auðunsson, hagfræðingur sem nú góð kunningi þáttarins, ræði oft við hann á Zoom, þar sem hann býr í London. Hérna, þú ert á landinu. Já, já. Og það sem meira að þú ert gengin í nýjan vinstri flokk sem að enginn veit hvað heitir. Nákvæmlega. Vinnuheitið er Your Party eða þinn flokkur og það er svona ekki komið alveg á hreint og þá víst að fara út í einhvers konar hugmyndasamkeppni um nafnið, en þetta er svona breiðfylking vinstri manna, búin að vera svo töluvert lengi í gerjun, breiðfylking vinstri manna, þar sem við getum kannski kallað frá svona það sem við væri klassískt kallað vinstri kratar út í villta vinstrið. Já, svona alþjóðabandalagið og vinstra við það, já, í sögulegu samhengi á Íslandi. Í sögulegu samhengi á Íslandi. Allt nema hægri kratarnir. Já. Hérna, það eru þarna þingmenn, fyrst og fremst Jeremy Corbyn og hún Sultana sem eru leiða þetta en kannski ekkit svo margir sem að hafa svona fyllt sér að í kringum svona forustuna en hins vegar hefur verið skráning þar sem fólk hefur skráð sig sem stofnfélag svipað og við gerðum hérna fyrir nokkrum árum með sósíalista, það var opið fólk að skráð sig sem stofnfélag og það voru fjölmörki sem gerðu það. En þetta er slegið, held ég, út alla væntingar. Það er búin að gera það að menn hefðu kannski svona bjartsýni búist hugsanlega 200 til 300.000 skráningum og þetta er komið vel yfir 600.000. Og það gerir flokkina langstæðsta flokk í Bretlands miðað við þessar skráningar. Já, það er ekki alveg ekki getið sagt að hinar tölunar eru þeir sem hafa sannarlega borgað félagsgjöldin. Jú, nákvæmlega. Þannig að þetta er auðvitað aðeins opið. Þetta eru þeir sem að lýsa í raun og veru yfir stoppstuðningi við flokkin. Þetta bendir til þess að þarna sé mikil þörf á þessu flokki, mikil vilji. Nákvæmlega. Og það sýndi sig þá fyrir þá sem þekki ekki alveg söguna að þá hefur alltaf verið vinstri armur í verkamannaflokknum og hefur oftast verið svona umborinn og menn svona til þess að fá inn í tveggja-flokkakerfi eins og í Bretlandi þá hefur löngum verið svo að samkeppnin hefur verið milli verkamannaflokksins og íhaldsflokksins. Og málamiðlunin í stjórnmálunum á sér stað eiginlega fyrir kosningar innan í þessum flokkum. Innan í þessum flokkum. Og það sem að vinstrið er kannski reynir að toga flokkin til vinstri en hefur raunverulega sára sjaldan haft einhver raunveruleg völd. Nákvæmlega. Og það eru svona kannski mestu völd sem vinstri menn hafa haft í sögulega í verkamannaflokknum var upp úr stríðis, upp úr seinni heimsstyrjöld þegar að velferðarkerfi var raunverulega stofnað og merkilegt að það var sett á heilbrigðiskerfi, algjörlega opinbert rekið heilbrigðiskerfi og Bretland, það er margir búin að gleyma því að Bretland var auðvitað sigurvegari, einn helsti sigurvegari stríðsi, en þeir voru hausnum, að þeir voru skuldugir upp fyrir haus og samt gátu þeir farið út í stórfellda uppbyggingu á velferðarkerfinu, stórfellda húsnæðisuppbyggingu og byggt upp heilbrigðiskerfi, opinbert heilbrigðiskerfi frá grunni. Þetta gátu menn þá og þá var til dæmis líklega valdamesti maður svona vinstri aflana í sögu verkamannaflokksins allavega á seinni tímum var Nye Bevan sem var heilbrigðisráðherra og hann keyrði þetta í gegn. Lendi síðan aðeins upp á kant við forystuna sem taldi sig hann of hægri sinna en hann er núna mjög dáður sögulega sem eina súperstjörnum líklega með dáðasti stjórnmálmaður Bretland sem har aldrei verið forsætisráðherra. Já, svona höfundum velferðaríkisins. Nákvæmlega. Og þannig að sem er kannski við ættum að skjóta það inn fyrir það sem ekki vita, það er hugmyndum raunverulega flutninga á tekjum á milli kynslóða, þar sem að fólk borgar hærri skatta þegar það er komið lengra í starfsferlinum
og þeir peningar ganga síðan til þeirra sem eru eldri, sem eru komin út af vinnumarkaðinu, en líka til þeirra sem eru yngri í formi barnabóta og húsnæðisstuðnings og fleira, til þess að foreldrakynslóðin geti haft þokkalega fjárhagslegt öryggi. Tilfærsla á milli kynslóða, en svo náttúrulega tilfærsla á milli stétta. Já. Og þetta bæði, einmitt eins og þú segist, tilfærsla á milli kynslóða, vegna þess að uppistaðan í því að borga fyrir velferðarkerfið það voru þetta hækka töluvert skattar á fyrirtæki upp úr stríði, og það var einn af jarinu, og líka það að millikynslóðnar sem eru hátekjumestar, sem eru kannski búin að koma börnum á legg en ekki orðin gömul, þær leggja mest fram til velferðarkerfisins en njóta þess á móti þegar þau eru að koma undir sig húsnæði, sem það var búið til gífurleg húsnæðisuppbygging og fólk fekk félagslegt húsnæði á mjög góðum kjörum. Fólk var að borga 10-20% af ráðstöfunartekjum sínum í húsnæði, sem þótti sjálfsagt. Núna er fólk að borga 70-80%. Og þetta gerir það að verkum að og svo gamla fólkið síðan hinn kynslóðin. Þannig að þetta voru millifærslur á milli stétta og milli kynslóða, og það var mjög skattakerfi var mjög progressíft. Það er að segja að þú byrjaðir að borga frekar lága prósentutölu og fórst mjög hátt, og það var 70-80%, sumum tilfellum upp í 90% og þú fórst aðra tekjur, og þetta var á gífurlegum uppgangstímum, þannig að þetta er merkilegt að nýfrjálshyggjan er búin að prenta það inn í hugsunarháttin hjá fólki. Ef þú skattleggur hátekjufólk of hátt, að þá leiði það til efnahagslegs hruns. Og þannig var það okkur að dæmum hið öfuga. Og gullöld kapitalismans á eftirstríðsárunum, þá voru skattar háir. Skattar mjög háir. Roosevelt lagði til 100% skattinu sinni og allra hæstu tekjurnar, sem að segja bara til þess að lýsa svona stemmingunni sem að verða. Og fyrirtækjaskattar voru 50% og þar það bil, fjármagnstekjuskattar líka. Og annað slíkt. Og þetta var gert, og þetta þótti sjálfsagt, og þetta er einmitt uppgangs. Þetta er samfélagi sem að nýfrjálshyggjan eyðilagði. Nákvæmlega. Og þannig að þetta er svona ágætt að hugsa þetta aðeins í sögulega, vegna þess að þessi saga á ekki bara við Bretland. Þetta er auðvitað saga Norðurlandana og saga Íslands að hluta, nema Ísland var aðeins öðruvísi. Skiptir þetta máli við stofnun þessa nýja flokks? Er þetta svona make UK great again? Að við getum náð aftur réttlátara samfélagi sem að við vorum svona allavega lögða stað í að byggja upp. Já, og ég held að þarna er komin lykilatriði að þetta er eiginlega þessi hreyfing er eiginlega sósíalismi 21. aldarinnar með akkeri í baráttum fyrri tíma. Og þetta er mjög athyglisvert vegna þess að þessi umræða er mjög, til dæmis er allavega verið að gefa út eða nýbúið að gefa út. Mímir Kristjánsson, þingmaður íslenskum ættum í Noregi, er að gefa út bók sem heitir Make Love Norge Great Again. Og það verið að stela slagorðið frá Trump. Og greit þýðir ekki alveg það sama á norsku nei. Þetta er einhvern veginn svona ég veit ekki hvernig það þýðir þetta orð, er þetta ekki svona huggulegt eða notanlegt? Jú, og þetta er ekki sko bombastic, þetta er ekki svona eins og svona berja sér á brjóst, eins og orðið virkar svolítið á ensku, en það virkar ekki þannig á norsku. Og þetta er sko ástæðan fyrir því að menn er að tala um þetta er það að benda á að við höfum gert hlutinu öðruvísi áður, án þess að vera með einhvers konar svona afturhaldshyggju, þar að segja við verum að fara tilbaka í þetta samfélag. Losna við útlendingarna, setja konurnar aftur inn á heimilin, það er ekkert svoleiðis. Það er ekkert svoleiðis, það er verið að tala um það að við verum að hugmyndafræðin samfélagið og samfélagsuppbygginguna, hún er sígild og hún átti við þá. Og við byggðum upp mjög manneskjulegt samfélag, sérstaklega á Norðurlandum, upp úr seinni heimsstyrjöld, og nýfrjálshyggjan er í raun og veru búin að rústa þessu. Og þetta er það sem að sósíalistar nútímans eru að reyna að benda á, að með tækniframförum, með breytingum á samfélaginu, með fjölmenningu
og allt það, að þá erum við þetta farin í nýja tíma en við getum byggt á þessari samfélagshugsun sem átti sér stað. Og í Bretlandi birtist þetta þannig að táknmynd það sem var gert vel á fyrri tímum Jeremy Corbyn sem komin auðvitað vel á 8 aldur, fættur 1949 og það svona tákgrænt að það eru 2 leiðtogar, svona stofnleiðtogar í þessum flokki, annars vegar hann og hins vegar kona 30 sem af múslimskum ættum og pakistanskum ættum ef ég man rétt, fætt og uppalinn Bretlandi og hefur verið þingmaður Verkamannaflokksins síðan 2017. Hún var kosin mjög ung sem þingmaður, rétt 25 ára gömul og þetta svona sýnir, hún táknmynd framtíðarinnar og hann táknmynd því sem vel var gert áður og þessi hugmynd, og í þessum 2 einstaklingum speglast þarna þessi svona hugmyndafræði að við þurfum ekki að finna upp hjólið allstaðar, en við þurfum að endurskapa sósíalismannin í okkar tíma eins og nákvæmlega einhvern tíma var sagt. Ég hjá eftir einu þegar ég verið að lesa flokkinn og hvað áherslu leggur, að það áhersla á svona félagslega uppbyggingu mjög fjölþætta. Náttúrulega styrkingu verkalýðsfélagana en líka uppbyggingu hagsmunasamtaka almenningsins og leigjendasamtaka og líklega félag innflytjenda og ef við verðum að vísa í okkar sögu einstæðra foreldra og eitthvað fleira sem að hafa kannski barátta sem að var til þegar maður voru meiri félagslegar áherslur í samfélaginu heldur en var á nýfrjálsíkjárunum sem allir áttu bara að verða besta myndin af sjálfum sér og þetta voru einkanlegar lausnir ef þú vildir rífa þau upp úr fátækt þá varstu bara að gera það sjálfur en ekki verið að lyfta hinu fátæku. Þannig þau leggja áherslu á þetta og þarna verið að nefna svona, það liggur við að menn séu að stinga upp á að kannski sé komið tíminn til þess að fara að skoða bara kauffélög og samvinnufélög og alls konar svona smærri félagslega þætti sem þá einhver verðmæti í samfélaginu sem hafa verið eyðilögð, þar sem allar ákvarðanir eiga núna að vera tekna út frá forsendum markaðarins og almenningur hefur ekkert svona félagslegt bolmagn til þess að taka þátt í, baráttu hugmyndana baráttuna á markaðstorki hugmyndana. Ég tek eftir því að það góðu kafli sem verja í þetta. Að ef við ætlum að ná samfélaginu okkur tilbaka, þá verðum við að byggja upp raunverulega félagslegar heildir í hverfinu þínu, í stéttarfélaginu þínu, í ýmsum svona félögum sem að tengjast þér. Já, og þetta mjög mikilvægt og ég held að þetta hefur eiginlega raun og veru. Eitt af því sem að nýfrjálshyggju árin gerðu, það var að markaðsvæða einkavæðing var þetta stór hluti af því. En meira sér það sem var ekki einkavætt, var markaðsvætt. Heilbrigðiskerfið var í marguleiti markaðsvætt, það var skipt til dæmis í Bretlandi og við sjáum þetta líka á Íslandi, það að það búin til svokallar innri markaður í almannaþjónustu og þetta sé allt á að reka sig út frá forsendum markaðarins. Svona var þetta ekki rekið áður, þetta var rekið á forsendum þjónustunar við almenning sem að og eitt af því svona útvistun sem innan úr kerfinu sem grafið NHS svolítið innan. Nákvæmlega og þetta hefur gerst og hluti af því sem að vinstri hreyfingin í Bretlandi og annars staðar vegna þess að það merkilegt þú ert að nefna þarna hugmyndir og uppbyggingu sem að speglast mjög í það sem var hugmyndafræði sósíalistaflokksins við stefnun á sínum tíma. Við glottum svolítið yfir þessu þegar að lesa þetta. Nákvæmlega, þetta hljómar eins og þeir hafa bara farið í stefnu sósíalistaflokksins og byggt þetta upp. En þetta auðvitað hugmyndir sem hafa að til þess að þetta náttúrulega niðurstaða út frá bara svona eðlilegri stöðu stéttabaráttunnar. Nákvæmlega. Ef við ætlum að ná árangri í stéttabaráttunni þá verðum við að hafa fjölþætt félagslegar heildir og tæki til þess að það að endur félagsvæða samfélagi og þetta á líka við verkalýðshreyfinguna. Við erum allavega það heppin á Íslandi að verkalýðshreyfingin formlega séð ennþá mjög sterk og en ólíkt í Bretlandi, þar sem hefur búin að vera hóla innan á henni, þar sem hafi fækkað til dæmis innan við 50%
verkafólks er í stéttarfélögum í Bretlandi, meðan við erum svo heppin að við erum með 90% hér. Og mikið af nýjum atvinnugreinum sem eru þá ekki, eru þá utan stéttarfélaga. Já, meðan að þjónustugreinar. En það sem að þarf auðvitað að gera, það er að félagsvæða verkalýðshreyfinguna á ný. Vegna þess að hún var í raun og veru eiginlega sko nýfrjálshyggjan og hugmyndafræði nýfrjálshyggjuna, hún gegnsýrði allt samfélagið og inni þar á meðal verkalýðshreyfinguna og að sko verkalýðshreyfingin var í raun og veru bara sko var teknokratísk birting að myndi á rekstri sumarhúsa og undirritun samninga. En ekki lifandi hreyfing. Skilgreind mjög þröngt hvert var hennar hlutverk og hún ætti raunverulega ekki að tjá sig efnahagsmál eða tala nú ekki að baráttu Palestínumanna gegn þjóðarmorði og baráttu heimsins gegn þjóðarmorði meðan að sko sögulega var verkalýðshreyfingin alveg ávarhald í fararbroddi í mannréttindabaráttu heimsins og meðal annars voru sko þannig að mannréttinda hreyfingar sem voru að berjast fyrir til dæmis réttindi samkynhneigðra, kosningarétti alþýðu og kvenna fyrr á öldinni og verkalýðshreyfingin var mjög mikilvægur þáttur í þessu og þetta var auðvitað nýfrjálshyggju árin að þá var þetta hólfa skipt, þar að segja hér þú að berjast í þínu horni fyrir réttundum samkynhneigðra, hér verið að berjast fyrir kvenfrelsi, hér verið að berjast fyrir þessu og hinur náttúruvernd og þetta var allt hólfa skipt og í raun og veru það hentaði kapitalistunum og hentaði þeim mjög vel vegna þess að það er engin heildstæð barátta og meira að segja sko klassíski sósíaldemókratíski flokkar þeir keyptu þetta algjörlega. Þeir samþykktu það efnahagsskipunin yrði að forsendun nýfrjálshyggjunnar en væri hugsanlega hægt að safna saman svona baráttu hópum inn í einhvers konar ímyndunarstjórnmál það að við getum rekið kapitalska hagkerfi betur, við erum með betra fólk og það að við erum með jákvæðari sín á mannréttindamál. Þá týnist þetta stéttabaráttu. Þetta er blerismin sem út að lýsa. Já, þetta er blerismin og þetta var ekki bara blerismin vegna sem við sjáum þessa þróun á Norðurlöndum, sérstaklega í Svíþjóð, þar sem að sósíaldemókratar í raun og veru þeir gleypa þetta. Og það var stórum þáttum sænska kerfinu var rústað. Normenn sluppu aðeins betur vegna þess að þeir voru með olíusjóðin sinn og þurftu ekki þó að eins og við erum að benda á núna þó að nýfrjálshyggjan hafi virkilega vissulega síast inn í þar og Íslandi þekkjum við þetta að sko hugmyndafræði nýfrjálshyggjunnar fer á stera á árunum fram að hruni og þegar allt kemur húrrandi niður og hinn nýja vinstrið í raun og vill snúa ofan af þessu nýta sér sko nýja tíma og tækni en að byggja á samfélagslegum forsendum sem eru klassískir. Og þá svolítið breiðri hreyfingu, það er endurreisn verkalýðshreyfingarinnar var þetta kallað hér. Já. Og uppbyggingu hagsmuna samtaka almennings. Ekki þannig að flokkurinn einn sé með öll svörin. Nei. Það er mitt verið að áhersla hjá þeim að þeir líta á sko að flokkurinn sé einhvers konar torg eða miðja og ekki endilega tjaldbúðir, þannig hann ætla að eiga alla baráttuna sem er staðheldur. Hann ætla að sjá raunverulega kannski fyrst og fremst að skrúa ofan af eyðileggingu nýfrjálshyggjunnar, eyðilegginguna á skattkerfinu, eyðilegginguna á grunnkerfunum, eyðilegginguna á innviðunum. Það sé fyrst og fremst verkefni flokksins. Og það er einmitt, þetta má sjá einmitt birtingamynd þessu í verkalýðsfélögum vegna þess að það hefur orðið ákveðin svona endurlífgun á verkalýðsfélögum, allavega sumum verkalýðsfélögum í Bretlandi og sko þau eru sko sögulega verkalýðsfélögin eru hluta verkamannaflokknum en þau eru
eiginlega kippa sér út vegna þess að verkamannaflokkurinn hefur eiginlega stappað á þeim sérstaklega Blairista tímabilinu og nú undir Starmer að þeir taka bara við peningunum og síðan segja þeim að þegja og fara út í horn. Þeir eyðileggi bara fyrir og verkalýðsfélögin eru búin að segja hingað ekki lengra og þau eru að koma það hefur ákveðin endurnýjun orðið í róttækum og það hefur verið svona róttækni væðing innan verkalýðsfélagana og oft þegar það hefur verið kosningar þá hefur verið svona klassískir verkamannaflokksmenn gegn svona grasrótar róttækni og iðulega það róttækni sem hefur verið að vinna í þessum verkalýðsfélögum og þau eru að koma utan frá að segja ekki réttar að við notum fjármagn okkar sem á að fara í pólitískt starf frekar við að styðja við bakið á öflum eins og nýja flokki Corbyn's heldur en að setja allt yfir í verkamannaflokk. Og heldur að það verði eða heldur að sé eitthvað svona tregða í því að því að sögulega eru náttúrulega verkalýðshreyfingin tengd verkamannaflokknum og þetta er flokkurinn þeirra og þannig að það er erfitt eins og í aldrei svona baráttu að stíga út nema með svona kynslóðaskiptum og svona áherslubreitingum eins og þú það lýsa. Heldur að þetta verði eða er þetta kannski væntingar nýs flokks sem að svo kannski að því að hinn flokkurinn, verkamannaflokkurinn, hann bregst náttúrulega við og hann kannski gerir eins og úlfurinn, hann borðar krít til þess að tala blíðara og halda verkalýðshreyfingun inni. Já, ég held að það sé það er ákveðin verkalýðsfélög sem munu líklega styðja við svona róttæka vinstri baráttu og sérstaklega vegna þess að þessi verkalýðsfélög hafa verið áberandi til dæmis í baráttu almennings á götunum eins og gegn þjóðarmorðinu í Palestínu og þar finnst þeim til dæmis ríkisstjórnin hafa gersamlega brugðist og þetta gerir það verkum að þetta er líka eitt af því sem að virka sem slagkraftur fyrir þinn nýja flokk er það að hvernig almenningur upplifir að stjórnvalda gersamlega brugðist. Það sé verið að fremja þjóðarmorð í beinni útsendingu með stuðningi breskra stjórnvalda. Þó það sé raunverulegri og þegjandi blessun. Já. Bæði raunverulegur vegna þess að þeir eru ennþá að senda vopn og þeir segjast ekki verið að senda vopn en þeir eru að senda varahluti og allt það og svo eru meira að segja eru þeir að deila upplýsingum, upplýsingum með Ísraelsher sem að þannig að þeir mótmæla og núna eru þeir farnir að kvarta en það er engin slagkraftur í því. Ef við horfum á þetta frá verkalýðsfélögunum að í Bretlandi er hefð fyrir því að það eru félagarnir greiða félagsgjöld inn í verkalýðshreyfinguna sem það sem að félagarnir eru að borga fyrir hagsmunabaráttu og réttindabaráttu verkalýðsins og samningaréttin eða aflið sameiginlega eins og er hér. Hérna er 1% af launum sem að fara inn í verkalýðsfélög. Í Bretlandi taka verkalýðsfélög við þessu peningum og segja já, við ætlum að nota þetta til þess að gera samninga og kannski gera við eitthvað svona til þess að búa til einhverja svona félagslega umgjörð fyrir almenning, til dæmis að sumarhús eða eitthvað slíkt sem fólk hefði ekki aðgangað með öðrum hætti. En hérna erum við með pening og við ætlum að nota hann í almenna stjórnmálabaráttu og við ætlum að láta peningin í verkamannaflokkin eða nýja flokkin hans Corbyn's. Þetta er svolítið fjarri íslenskum verkalýðsfélögum að taka þessa ákvörðun. Hérna eru þau mest að safna bara í sjóðum og eru stoltust að þeir eiga sér mest af sjóðum sem ég hef nú kallað bara emda hagsmunabaráttu félagana. Ég held að þetta er svolítið merkilegt að það sem að eitt af því sem að Thatcher gerði þegar hún var í baráttunni að grafa undan verkalýðsfélögum og þótti voðalega sniðugt og var það að þegar þú ert í verkalýðsfélagi þá getur þú valið hvort þú greiðir í svokallan stjórnmálasjóð. Og það hefur alltaf verið bara góð upptaka á því að fólk stjórnmálabaráttu sjóð og í raun og veru það sem að verkalýðsfélögin gerðu var það að láta þetta ekki skipta máli vegna þess að það þurfti þetta í það peningum í annað og þú leggur ekki í þennan að þú samþykkir ekki að setja í stjórnmálabaráttu sjóð, political campaign, að þá
þá tekur bara það sem að þarf frá þeim sem að vera tilbúinir að leggja þetta. Og af því að það er búið að eyrnamerkja þetta í pólitíska baráttu, að þá er í raun og veru búið að segja við verkalýðsfélaginu að þetta er hlutverk þessa sjóðs. Og meðan þannig að verkalýðsfélagin nýta þetta í stjórnmálabaráttu og hefur ekki bara verið ekki bara stuðningu við verkamannaflokki sem er svona sögulega, heldur líka í stjórnmálabaráttu götunar, styðja við baráttu til dæmis samtöku stuðningsmanna við Palestínu baráttuna, það geta verið Ítlundur uppbyggingu, leigjendasamtaka leigjendaverkfalla og annað. Nákvæmlega og þetta hefur alltaf verið og þannig að þessi sjóðir hafa verið notaðir þannig og sum verkalýðsfélög þeir hafa tekið sér til og stutt líka, þeir geta líka stutt ákveðna þingmenn sem þeir telja að sé að berjast fyrir í einmenniskjördæmum og þá ertu ofta að styðja við baki ákveðnu þingmennum og þeir hafa oft valið þá sem hafa teljast vinstri í verkamannaflokknum, allavega sum verkalýðsfélög. Í staðis að láta þetta ganga beint í flokksins. Að þá sé þetta ganga til kosningabaráttu segjum John McDonnell eða einhvers annars og Corbyn fekk örugglega eitthvað af svona peningum þegar að hann fór í sérframboð vegna þess að hann var hent út úr verkamannaflokknum. Hvað finnst þér þetta að verkalýðsfélögin hafi það sem eitt af sínum hlutverkum að ýta undir og styðja stjórnmálabaráttu sem að til lengri tíma er til hagsbóta fyrir sína félagsmenn. Þó svo inn í félaginu eru náttúrulega fólk sem að kýs verkamannaflokkin eða Corbyn eða reformflokk Farage. Jú, og þetta er mörguleiti eðlilegt, er það að sögulega er það náttúrulega að þessi barátta hefur kannski skilað almenningi meiri hagsbótum heldur en samningagerðir, já. Og sérstaklega þegar það hefur verið samtvinnað, annars vegar pólitísk barátta utan hins hefðbundna samningaferil og síðan samningaferil sem er í gangi og þá kannski með meðfylgjandi verkföllum að þá hafa til dæmis uppfylging Breiðholtsins er að taka sinn dæmi og endanum var þetta gert í gegnum samninga en þessi samningar slagkrafturinn inn í þessa samninga hefði ekki orðið til nema að það var búið að undirbyggja jarðveg. Og það var hugmyndið svo að fólk sem er á svona miðlungstekjum og lægri tekjum að það eiginlega getur ekki lifað sómasamlegu lífi nema að hafa öflugt félagslegt húsnæðiskerfi með því að hafa ókeypis heilbrigðisþjónustu, ókeypis menntaþjónustu og ýmislegan svona félagslegan stuðning sem að verkalýðshreyfingin hefur barist fyrir. Það er ekki hægt að sækja allt saman með launahækkunum. Nei. Það er ekki Og það sé bara og það er eðlilegt að það sé slík barátta. Það er eðli stéttabaráttunar. Það er að berjast En hún er ekki öflug á Íslandi? Vandamálið er það að ég held að þar eigi nýfrjálshyggjan hefur orðið mjög mikill skaðvaldur og eitt af því sem að ein af því hugmyndafræði sem að var reynda hamrin í fólki var það að það er óeðlilegt að hagsmunasamtök séu að vefrast í einhverju fyrir utan sína þröngu hagsmuni. Þetta gerist meðal annars í háskólanum. Þegar ég var í stúdentapólitíkinni að þá var það fyrst umbóta sinna sem voru miðjumenn og síðan voru það hægri menn í gegnum vöku. Þeir segja, hagsmunabarátta stúdenta er það eina sem kemur okkur við. Okkur kemur ekkit við barátta stúdenta á götunum einhvers staðar annar staðar. Það síðast hafi verið mest rætt bílastæðakostnað. Já. Sem er kannski öðruvísi þegar þú varst í... Einmitt. Og þetta var þetta er auðvitað eitruð hugmyndafræði vegna þess ef við lítum á söguna að því ég nefndi stúdenta, þá hafa stúdentar oft verið í farabróti í samfélagsbreytingum, sögulega, til dæmis við getum gengið aftur til 1830, 1848, frönsku byltingunni 1780, við erum ekki bara að tala nútíman, baráttu gegn einræðistilbörðum í Austur-Evrópu og svo framvegis. Og þetta hafa oft verið, á sama tíma hafi verkalýðsfélögin, að þau voru í samfélagsbaráttu, þau byggðu upp svona mótvægi við ráðandi hugmyndafræði taka sem dæmi
að verkalýðsfélög þeir byggðu upp þetta var sérstaklega sterkt til dæmis á Ítalíu þar sem að til dæmis allt ungmennastarf fór í gegnum kaþólsku kirkjuna sem var ákveðin heilaþóttur sem að verkafólk var ekki endilega tilbúið að kaupa. Þá byggðu þeir bara upp hliðarkerfi, sumarbúðir fyrir börn, fótboltafélög og svo framvegis og það er að byggja upp þessa samfélagslega kima þar sem er hægt að byggja upp samheldni og samfélag og mjög mikilvægt fyrir að verkalýðin eða alþýðuna að geta mætt inn í sitt félagsheimilið, inn í sínar sumarbúðir eða hvað sem er, það sem þú ert á heimavelli, það sem ert ekki alltaf gestur í heimi borgarastéttarinnar. Nákvæmlega og þetta var meðal annars og við lítum á þetta til dæmis á Íslandi að þetta var hugmyndin við upphaflega hugmyndi bak við alþýðuhúsin sem voru byggð upp á verkalýðshreyfingunum og alþýðuflokknum upphaflega að þetta væri samkomin staður fólks þar sem að það væri á sínum eigin forsendum. Þarna voru haldið dansiböll, þarna voru skemmtanir fyrir börn, jólatré skemmtanir og svo voru baráttufundir og allt það. Þetta var hluti af samfélagi alþýðunar og þessi alþýðuhúsa hugmyndafræði angi að þessari baráttu. Og þú ert að vísa í íslenska sögu að þá var það að við vorum að tala svona félagslega uppbyggingu að alþýðusambandið byggði upp alþýðuhúsin og gaf út alþýðublaðið og rak alþýðuflokkin sem að sitt stjórnmála arm. Þeir ráku líka alþýðubrauðgerðina af því að það var verið okra á brauði og þannig það var alþýðubankan. Já, alþýðubankan, menn töldu alls konar hluti vera inni í sínu merkaring, ekki bara það að hitta auðvaldin og semja við um kaup og kjör. Nákvæmlega og þetta nýfrjálshyggjan hamrar þetta og þetta maður sér þessa breytingu. Það er farið aðeins svona á 9. áratugnum aðeins farið að fjara út svona undan soldið skerpunni en það er ennþá samt pólitísk barátta innan verkalýðshreyfingarinnar sem að verkalýðsbarátta í eðli sínu pólitísk og þá er ég að tala víða, ekki þrönga pólitíska baráttu. Á 10. áratugnum og sérstaklega upp úr aldamótum að þá er búið eiginlega að heila þó verkalýðshreyfinguna með hugmyndafræði nýfrjálshyggjan að verkalýðshreyfingin eigi ekki að skipta sér að neinu nema það sem við kemur þröngum hagsmunum þeirra. Herðu, en þessi flokkur sem enn hefur ekki fengið nafn, ég heyrði nú einhvern tíma að tala um að hann gæti heitað flokkur fólksins. Já, það er ein hugmyndin. Það er ein hugmyndin. Hérna, hann sem sagt verður til og hefur alveg ítt undir tilurðans er að Keir Starmer hefur fært verkamannaflokki mjög til hægri og reyndir umverulega að ganga til bols og höfuðs á þessum vinstri hluta verkamannaflokksins sem hafði alltaf verið hluti af flokknum. Þannig hann gengur mjög hart í því og ítir öfnilega undir uppbyggingun. Annað sem er að gerast er að það er uppgangur fasismans í okkar heimsluta, uppgangur útlendingaandúðar og annað slíkt og það er umbótaflokkur Nigel Farage. Í þessu samhengi, hvað er með svona staðsetur þennan flokk? Því að við höfum séð að í vinstri flokkum og krataflokkum víða í okkar álfu, það sem að menn taka einhver leiti upp orðræðu hægrisins vána af fjölgun innflytjenda. Þekkt dæmi náttúrulega krataflokkurinn í Danmörku, en við höfum líka svona vinstri flokka tilraunir í Þýskalandi sem að mörguleiti tóku upp gagnrýni hægrisins á fjölmenningarsamfélagið á að við værum einhvern veginn búin að tapa svona einhvern veginn áttum og líka kannski svo hugmynd að ef við ætlum að ná alþýðu fylginu aftur frá ultrahægrinu þá verðum við að hitta alþýðuna á þeim stað sem að hún er og hún er fordómafull, hún er rasísk og þess vegna verðum við bara að vera rasísk og fordómafull og við ætlum að fá atkvæði. Hvað myndur þú staðsetja því að þetta sem ég var að segja núna síðast er náttúrulega bara ábyggilega eitur í bein Corbyn sem hefur stutt alla baráttu, allra minnihlutahópa, alla tíð. Hann var að berjast gegn apartheid þegar enginn vissi hvað apartheid væri, þegar hann var ungur maður á 8. áratugnum. En hann hefur stutt baráttu samkynniðra, hann hefur stutt baráttu transfólks, hann hefur stutt baráttu fatlaðra, hann hefur stutt baráttu innflytjenda og hann hefur stutt baráttu allra. Hann er, ég meina, hann
hann fjölmenningar maður. Já, sko, ég held að þetta eitt af því sem Starmer hefur verið að reyna að færa sig í áttina að reform eða umbótaflokknu Farage sem svona... Og íhaldsflokknu sem hefur fært sig líka... Íhaldsflokkur sem hefur fært sig líka til leinstri. Kapphlaup á botninn. Og reform þetta svona proto-fasískur flokkur, þar að segja hann ekki hreinur fasískur flokkur heldur með svona gróin fyrir fasísmannum innan flokksinn og það hellingur af fasístum innan flokksins. Menn verða náttúrulega fasísta þegar ná völdum, sko. Já, einmitt. Já. Og þannig að það fullt af fasístum innan þessa flokk. Sko, verkamannaflokkur Starmers hefur verið, þeir eru svo uppteknir af ákveðnum, það sem þeir sjá fyrir sér eitthvað svona rautt belti sem svona, þetta eru venjulega smáir bæir sem eru svona riðbelti í Bretlandi, það sem að yngra fólki flutta brott, eldra fólki svolítið fast, það er búin að tapa vinnunni, verksmiðjan farin og svo framvegis. Efnaðslegur hnignun. Efnaðsleg hnignun. Áratugum saman. Já, og þannig eru þeir helstu samkeppni við reform á þessum svæðum. Þannig að þeir talda, ok, ef við færum okkur bara í áttina að reform, eins og til dæmis sósíaldemókratar hafa verið að gera í Danmörku og raun og verið virkaði það hjá þeim að þeim tókst að ganga til milli Páls og Höfuðs í raun og verið á þjóðarflokknum sem að var svona velferðasinnaður rasískur flokkur í Danmörku. Það dóa einhver leiti líka af innra meinum og svo hafa til orðið aðri svipaði flokkar. Og sérstaklega það sem er svona borgaralegi þátturinn þar að segja að svona efri millistéttar rasíska fylgið hefur fundið sér fjarvegi í nýjum flokkum, nýja borgaralegi og svo. Sósíaldemókratar í Danmörku þeim eru ekki tekist að auka fylgið sitt. Það eina af þjóðsögunum sem ganga hérna á Íslandi að Mette Friðriksson hafi einhvern veginn náð að bjarga því. Það ekki þannig. En það líka eitt af því sem hefur gerst og þetta ástæðan fyrir því heldur að Corbyn-flokkurinn og þessi breiðfylking vinstrimanna í Bretlandi, hún lendir ekki svona gildrum, það fyrst og fremst að hún skoðanakannanir hafa sýnt fram á það að flokkur Corbyn og Sultana myndi verða langsterkasti flokkurinn meðal yngstu kjósendana og 29 ára yngri. Þetta líka kynslóðin sem langminnst rasísk og langminnst haldin fordómum. Og það bara einfaldlega svo allar skoðanakannanir sýna fram á það. Það ákveðnir kímar af þessum ungu fólki. Það hefur verið talað það mikið eins og incels eða einhverju svoleiðis. Oft þetta ungir karlmenn sem að hafa einhvern veginn dottið út úr samfélaginu. En almennt þetta langminnst fordómafulla kynslóðin. Og það meðal annars flúði þessi kynslóð skelfingulostin. Þessi kynslóð kaus Starmer og verkamannaflokkinn í seinustu kosningum. En hún flúið skelfingulostin, meðal annars með það elta þetta útlendingahattur sem eitur í beinum þeirra. Og afstöðuna til Gaza. Þetta fólk 90%, 85% pluss, það gersamlega búið að ganga fram að þeim. Þetta eru svona kynslóðir, en því að þessi greining á því að verkalýðurinn fordómafullur og verkalýðurinn vill ekki ósáttur við það breytingar sem hafa orðið á samfélaginu og þá erum við ekki að tala efnaðslega aukin misrétti og fleira, heldur aukin rétt innflytjenda eða kvenna eða transfólk og öðru slíku. Þetta endurómar víða það sem eru svona riðbelti og í Bandaríkjunum það sem eru hnignandi gömul iðnaðarsvæði og námubæir og eitthvað fleira alveg svipað og þarna í norðrinu. Og stundum finnst manni að fólk tali alþýðuna eins og þetta sé birtingarmynd alþýðunar. Það gleymist að því að til dæmis inn í London, þar sem þú býrð, sem að ekki hnignunarsvæði, heldur hefur verið svona uppgangur og austur- og vesturströndin í Bandaríkjunum og við getum farið til Frakklands, þar sem líka svona riðbelti í norðrinu og víðar í Frakklandi en þessi afstaða alþýðu fólks
riðbeltunum og síðan afstæða alþýðuflokks inni í vaxtarsvæðunum bara gerólík. Já, og þetta er mjög sterk mýta og bæði í Bandaríkjunum það sem að reyndar, má segja, stærri hluti af alþýðustéttunum hefur gleifst fallið fyrir hægri populisma. Það hefur alltaf verið sögulega og líka í dag og sérstaklega núna með kynslóðalega að þegar að það hefur alltaf verið ákveðin hópur af verkalýðsstétt og alþýðustétt sem hefur verið innkeyptur fyrir svona hugmyndum og fasískum jafnvel hugmyndum og prótofasískum og þetta sáu þau uppgangi fasisma fyrir 100 árum og ekki bara, svo maður vitni nú í fræðin að þá kallaði Marx kallaði þetta lumpenproletariat. Það að segja það er sá hluti proletariat eða alþýðunar sem að væri hægt að kaupa. Það að segja að þetta myndu kapitalistinni nýta sér sem svona street thugs. Það að segja svona götumenn. Þetta hefur alltaf verið til. En það er rétt að hnignun hinna klassísku verkalýðsstéttar, það að segja verksmiðjuvinnu og svo framvegis, hefur leitt til þess að það voru sæmilega vel borguð störf í stáliðnaði, kólum og námugraftir sem alltaf horfið. Þannig að fólk upplifi sig að það hafi verið kippt fótunum undan tilveru þeirra. Og þetta hluta af þessu fólki, sérstaklega þar sem að innflytjendur eru alls ekki áberandi og hafa ekki verið hluti. Það eru ákveðnum svæðum í Bretlandi sem voru gerð alveg skífuleg samfélagsleg slys eins og til dæmis í Leicester og í Bradford að þar voru byggð upp innflytjenda hverfi sem er stórhættulegt og vegna þess að þá varð til þá var verið að búa til hóp eða verið að búa til aðgreiningu á hópum sem varð ekki til. Þetta gerðist ekki í London til dæmis. Þetta er til dæmis staðan í París og víða í Frakklandi, þetta er staðan í Brussel. Sumuleiti fyrir einhverjum árum, ég held að Norðurbrú hafi nú jafnað sig einhver leiti, en þú manst þetta því það voru. Jú, og það er svona þessi atriði. Þetta er eiginlega einu svæðin þar sem að svona útlendingahattur eða innflytjendahattur oft beinist að gegn annar eða þriðju kynslóð innflytjenda. Það er fólk sem lítur öðruvísi út. Sérstaklega fólk sem er að suður-asískum bergibrotin eða svart. Og þetta er eiginlega einu svæðin þar sem að þú finnur hljómgrunn þar sem töluvert af innflytjendum á svæðum eins og í Leicester eða Bradford eða einhverju slíkum þar sem hafa orðið svona samfélagslega slys. Útlendingafordómar og innflytjendafordómar eru mjög lágir í stórborgunum þar sem að þetta gerðist ekki eins og í Manchester, Liverpool, London. Þetta eru svæði þar sem eru mikið af innflytjendum en þetta eru nágrannar þínir og þeir eru bara í svipuðu róli. Ef þú ert verkamaður eða ert iðnaðarmaður, þá ert að vinna með fólki á þessum hópi og þegar að fólk integrera sinni inn í samfélagi, að þar finnur það ekki. Ég á til dæmis mjög mikið af vinum sem eru iðnaðarmenn Bretlandi, það veit svo til að pubin sem ég sæki, sem er svona oft smækkuð mynd af samfélaginu í Bretlandi, að þar hittir maður fólk frá mismunandi. Þú verður ekki var, oft er svona stereotypanu með iðnaðarmannin sem er fordómafullur og vill ekki fá útlendingandi takja á hann vinnu. Þetta finnur ekki í London, þeir eru bara að vinna með þessu fólki. En hvernig stígur nýji flokkurinn inn í þetta? Því að þetta náttúrulega hefur litað stjórnmál í Evrópu árum saman. Já. Og ég meina verkamannaflokkurinn var ekki með hugmyndur að bara flytja fólk út til Uganda eða eitthvað, það voru alls konar hugmyndir og hann alltaf bara eins og sé stæðsta vandamál sem steðjar að Bretlandi sé flóttafólk sem kemur yfir Ermarsundið. Hvernig stígur þessi nýji flokkur inn í þessa umræðu? Það er á hinn klassíska hátt. Við sjáum fyrir sig, til dæmis að við töl sem hafa verið tekið við Corbyn og Sultana hafa einmitt það sem þeir eru að benda á að þetta sé að það sé verið að skipta, að
kúuðu fólki sé verið að etja því gegn hvort öðru og þetta sé hluti af taktík yfirstéttarinnar til þess að divide and conquer, deila og drotna og þannig að það verið að berjast gegn þessu. En talandi það eitt af því sem ég kannski átt að koma inn á áðan, það líka varðandi mýtuna það útlendingafordómar og rasismi sé mestu meðal verkalýðsstéttarinnar. Raun og veru eru svona rasísku samfélögin eru svona millistéttarsamfélög í svona klassískum íhaldsbælum í söðaustri. Fyrir utan London, milli strandarinnar og London, svona Kent, Essex. Þetta eru svona alhvít svæði, að slæðast inn kannski nokkur brún andlit inn á svæði. Þarna eru með alveg sko rótgróin rasismi og þetta ekki verkalýðsstétt, þetta millistéttarrasismin. Og þannig að þú finnur þetta, að þetta kemur allt niður á það að hræðslan við þig ókunnuga. Þar sem þú hefur kynst innflytjendum og lært það að innflytjendur eru gott, slæmt fólk og allstaðar og þar á milli eins og allir aðrir. Að þar finnur þú fyrir minnstum fordómum og hatri. Það var hérna þáttur sem heit Auðlindin, þar sem að Björn Þorláks og María Lilja voru að tala við fólk út á landi og í einum þættinum þá kom meðal annars umræða svona aukin rasisma á Íslandi og þar var fólk frá bæjum út á landi þar sem mjög hátt hlutfall innflytjenda og þau töluðu með allt öðrum hætti fannst mér heldur en stundu gert hérna í bænum. Því að bærin náttúrulega þannig að þótt að séu hátt hlutfall innflytjenda upp í Efra-Breiðholti að þá eru svæði hérna, hvað við að segja, 107 eða Fossvogurinn og fleira það sem bara til að fáir Garðabærin eitthvað svona, það sem að gætu verið bara eins og þú ert að lýsa svona svæði þar sem þú eiginlega ert ekki að hitta neina innflytjendur nema eins og kannski í Garðabænum það kemur kona frá Rúmeníu og þrífur hérna heimilið þitt. Já, einmitt. Og ég held að þetta þess vegna það alveg gífurlega mikilvægt fyrir samfélag nútímans það að sko, við snúum ekkit við sko það þessi nostalgía allir séu ljósarður og bláeygðir Íslendingar sem það kemur aldrei aftur. En það svolítið sterkt í stjórnmálum okkar tíma. Stjórnmálamenn koma og draga, tekna skrattan á vegginn og bjóða svo til þess að verja okkur fyrir því. Það getur verið ógn frá Rússlandi, það getur verið ógn frá innflytjendum. Það alltaf að verja okkur fyrir einhverju ógn. Já. Og þetta svolítið sterkt afl og þetta á það til að sko bara láta alla umræðina snúast þessa ímynduðu eða raunverulegu ógn. Hefurðu trú á því að nýr flokkur takist að því að maður myndi kannski halda sér svo að út af uppgangi umbótaflokks Farage að þá myndum menn segja að við verðum að búa til vinstriflokk sem svona eins og þessi. Þannig að við förum í samkeppni við lágstéttarfylgið í riðbeltunum við hann og verðum bara meiri rasistar heldur en Farage. En þessi flokkur ætlar ekki að gera það. Nei, hann gerir það ekki og að líka... En heldur að honum takist að stíga inn umræðu? Ég fylgdi svolítið með svona umræðu í sjónvarpi í fyrstu kosningum Corbyn, þegar hann leitt hann 2017 eða ekki. Og mér kom það svo ótrúlega óvart í hvaða stöðu hann var í viðtölum langt fram að það var ekki bara, ég held að það verið bara 10 daga til kosninga þar sem var farið að tala við hann eins og mann. Fram að því var að tala við hann eins og verið vitleysingur. Það var ekki fyrir að koma í ljós að sko stefnuskrá verkamannaflokks hans með mikil stuðningsmenn almennings að menn á BBC fóru að tala við hann og leyfa honum að klára setningar. Heldurðu að þessi flokkur ná að stíga inn á sviðið þar sem að, ég meina, fjölmiðlaumhverfið í Bretlandi ekki fallegt? Nei. Og þetta verður erfitt, en það hægt. Sko, það eru auðvitað komið upp ákveðin ný fjölmiðlun eins og hefur, en samt það dæmi gert orðað þannig að Reform og Farage hefur verið, sko, Farage hefur komið miklu oftar eða sko fulltrúar frá þeim flokki eru reglulega í svona panelum hjá BBC en það kemur valla fyrir þessi nokkur frá vinstrinu
Það bara eins og Það er kannski svolítið eins og Bylgjan á Íslandi, það er alltaf einhverju hérna frá miðflokknum í hverju mótni, en það er voða sjaldan talað við vinstri með þar. Já, og þetta hluti af sko að núna þessi speglun, BBC reyndar mörguleiti gott fyrirtæki en sko hugmyndafræðin það að það er búið til ákveðin sko hverju sé í húsum hæfir. Núna er Farage álitin í húsum hæfir, en það verðist ekki hafa gert með vinstrið. Það er aldrei talað við fólk eins og Sverrir Sultana. Meira að segja þegar Corbyn var leiðtogi Verkamannaflokksins, það kom alla fyrir að það væri talað við að nema þegar það var eitthvað formlegan hátt verið að tala við foringja stjórnmálamanna og þannig að það er erfitt og svo ertu þetta með götupressuna og svo ertu með Daily Mail og fleira sem eru sko getur farið í snarbrjálaða herferð og taka sem dæmi Daily Mail sem er svona það er líka dæmigert það að Daily Mail raun og veru blað millistéttarinnar, þetta er götublað millistéttarinnar og þeir eru einna vestir það er ekki götublað verkalýðsstéttarinnar en Daily Mail einna vestur og þeir bara alltaf að búa til ógnina sko. Þeir eru alltaf að búa til óvinnin og síðan fara þeir í það að lofa og finna þá sem ætla að verjast gegn þessari ógn og óvinninu og það er hægt að því miður sem við sagan sýnt okkur að það er hægt að búa til sko, það er hægt að búa til hræðslu við eitthvað sem með því bara að mála skrattan á vegginn. Það er að segja þetta sé svona, taka sem dæmi glæpatíðni, þetta sér maður til dæmis bæði Bretland og Bandaríkjunum, í raun og veru hefur glæpum fækkað, en það er samt, ef þú spyrð almenning, að þá trúir því að það hefur aldrei verið meiri glæpatíðni. Þú sér það sama hér. Já, og síðan það einhvern veginn í að því svona fínnipressunni að þetta hafi gerst á sama tíma og innflytjendum fjölgaði. Jú, og svo sagt að nei, það kemur nú ekki fram að þá verið að halda því fram að það sé verið að hilma yfir, það sé ekki þetta markar yfir opinbera tölur eða það sem að lögreglan segir eða eitthvað slíkt, það sé einhvern veginn miklu verra ástandan á bakvið. Við erum alveg komið þangað sko á fullu í íslensku samfélagi. Já, og þetta er alveg dæmigert hvernig það hefur verið að skapa ótta við eitthvað sem já, það hefur verið að búa til ótta. Herðu, það verður ekki kosið í bráð í Bretlandi, ekki nema að ríkisstjórnin lendi ykkur sko stórkostlegum vanda og áður en að því kemur þá hefur verkamannaflokkurinn náttúrulega mögulega á því bara að skipta forystu. Já. Og verkamannaflokkurinn hann náttúrulega bregst við meðal annars stofnun þessa flokks að hann mun ekki play dead eins og sagt hann mun ekki bara láta svo ekkert sé og þú nefndir sko sögulega stöðu vinstrisins í verkamannaflokknum var að toga flokkið til vinstri, ekki endilega að ná stjórnarmálum. Heldurðu að með tímanum þá geti það náttúrulega eftir að koma í ljós hvað verður með flokk, það líka það að þarna flykkist fólk og skrái sig og það vill eitthvað annað og svo þegar það sest á flokksþingið að þá kemur í ljós að það kannski vill ekki það sama. Þannig það eru alls konar tækifæri til þess að splundra hópnum og jú. Hvað sérðu eitthvað fyrir þér hvernig þetta geti þróast? Sko, eru sveitarstjórnarkosningar eða eitthvað sem er svona nálagt í tíma þar sem að mun reyna á flokkin? Það munu sveitarstjórnarkosningar eftir ár. Það raun og veru sveitarstjórnarkosningar hverju ár í Bretlandi. Bara þriðjungur eitthvað bótt. Og það verða sveitarstjórnarkosningar sem sé næsta vor. Og ætlar þessi flokkur sér að geta, ég myndi að við örgla vill taka þátt í Liverpool og það svona vinstri hann mun gera það allavega á stærri borgunum. Og það kemur einmitt inn í það að á fyrstu stigum sé ég hennar nýja flokk fyrir mér vera sterkastan í stóru borgunum. Þess vegna væri það algjörlega sko galið að fara út, eldast við einhverjar útlendingafordóma hugmyndi vegna þess að þetta eru eitt svæði sem að slíkt virkar svona counterproductive. Það er að segja að þetta virkar gegn fælir frá flokknum. Það umræða innan verkamannaflokksins núna hjá Starmer það að honum verið gefin tækifæri til þess að ef að þeir
ef að verða fá hræðilega kosningu í næstu sveitarstjórnarkosningum að þá verði honum ítt til hliðar. Það virtist hafa verið tekin ákvörðun hjá Starmer og klíkunni í kringum hann. Það var að henda og íta bara vinstra fólki út úr flokknum, losna við það, farið við fyrir betra og reikna síðan með því að á endanum kýs þetta fólk okkur. Þetta eru einhverjur 100.000 ræða sem að fara í fílu en koma að kjósa okkur til að stoppa það að fara að sná í kjöri. En það takmark fyrir því hversu lengi þetta gengur. Þetta getur virkað ansi lengi í einmennskjördæmum eins og í Bretlandi. En það takmark fyrir því að hversu lengi þú getur, þegar menn eins og að Starmer er búin að ganga, það sem að ríkisstjórnin byrjar á því að skera niður stuðning við fátækasta fólki í Bretlandi. Mér að skera niður frá því það sem Íhaldsflokkurinn var að gera. Og það að til dæmis að tiltölulega billegt hefði verið að þetta er svona kalthæðinni það það er alltaf verið að kvart yfir því að innfæddir eigi ekki nógu mikið af börnum og þegar barneignum hefur fækkað. En í Bretlandi að þá var sett hámark á barnabætastöðning upp að 2 börnum. Þannig að barnmargar fjölskyldur þar er alveg gífurleg fátækt meðal barna. Við viljum ekki að fátæka fólki eignist fleiri. Einmitt, og það er svona kaltæðnin í þessu, að í raun og veru ætti ef að menn ætla að vera samkvæmið sjálfum sér að þá ætti þeir að auka við fleiri börn en ekki skera niður. Þetta bara það að hætta að gefa barnabátastöðning fyrir öll börn gæti stórlækkað barnafátækt í Bretlandi sem er landlæg. Og þetta gera verkamannaflokkurinn ekki og það er búið að ganga fram á fólki svo lengi að fólk tók það orðin og bara fór. Það er margir vinstri þingmenn sem eru sitandi bara þeir ætla bara að bíða og sjá hvað verður. Menn eins og John McDonnell fleiri, það eru svona 40-50 þingmenn sem að teljast í vinstri í flokknum og síðan ákveður stjármarklíkan að eltast við þetta riðbeltisfylgi sem að eru hræddir að Farage væri að taka af þeim og gleymdi alveg. En hvernig bregðast þeir við þessu nýja flokki? Það er auðvitað til í því að það umverðist og allt í einu farið að framkvæma eitthvað sem er vinsælt meðal fólk. Til dæmis gæti flokkurinn tekið upp á því að almannavæða eða þjónnýta, eins og var gamla orðið, allt vasskerfið aftur, sem er í tómu tjóni. Það er þið gífurlega vinsælt. Þeir gætu hent Starmer fengið vinsælan borgarstjóra eins og Andy Burnham, sem að tel svona soft left í flokknum. Telst líklega aðeins til vinstri. Þannig heldum menn að Starmer væri. Hann er búin að vera gagnrýninn á margt sem ríkisstjórnin hefur verið að gera. En þetta er komið ljós og kannski er hluti verkamannaflokkur sem býður bara vonar að verði lítið úr þessu og þannig að menn kunna kannski ekki svara. Mér finnst það líklegra. Mér finnst það líklegra vegna þess að það er ákveðin harlínu kjarni í flokknum sem sætti sig ekki við neitt, sætti sig ekki einu sinni við það sem við getum kallað svona mild vinstra eða soft left. Það sætti sig ekki einu sinni við það. Vill frekar fara í hart heldur en að gefa það mikið eftir. Herðu, þetta er mikil degla sem er þarna. Nú horfum við á þetta frá Íslandi. Finnst þér að stofnun þessa flokks sé með einhver svona vísun til íslenska stjórnmála? Já, mér fannst það sérstaklega eins og við íum áðan að þetta vera ákveðin þetta er hugmyndirnar við að byggja hreyfingu eins og nýji flokkur ætla sér að gera vegna þess að þeir eru búin að átta sig á því að vinna kosningar er bara hluti af baráttunni og ná kjöri að það þurfi að byggja hreyfingu sem getur umbylt
umbreytt allavega, þurfum ekki umbylta, allavega umbreytt samfélaginu á einhvern markvissan hátt. Stjórnmálaflokkur meiki ekki sens, eins og maður getur sagt, nefn hann liggi ofan og breiðri og öflugri alþjóðahreyfingu. Nákvæmlega. Og það var svona athyglisvert að þetta væri nákvæmlega það sem að sósíalistaflokkurinn hérna á Íslandi lagði upp með á sínum tíma. Og líka það að áherslan á stéttabaráttuna. Stéttabaráttan það sem að sko... Er verkefni flokksins. Er verkefni flokksins vegna þess að stéttabaráttan lykill af allir mannréttindabaráttu og að vinstrið afneiti því að setja í hólf mannréttindabaráttu eins og mannréttindabaráttu samkynhneigðra umhverfismál og svo framvegis. Þetta sé hluti af því að reyna að berja gegn þeirri samfélagsgerð. Í raun og veru má segja þetta sé andkapitaliskar hugmyndafræði, þar að segja að við þurfum eitthvað annað, hvað sem við köllum það, heldur en það samfélagi sem við búum við og til þess að ná árangri þá ekki bara nóg að skipta mannin í brúnni, heldur þarf líka að skipta áhöfnina og jafnvel bara hvernig skipið byggt. Og endurvekja upp alþýðubaráttuna. Varðandi að þú nefnir stéttabaráttu, stundum finnst manni þegar fólk að tala að það sé svona ólíkt sjónarmið að hvert vogaraflið í stéttabaráttu. Stundum það mjög þröngt og það eiginlega bara fátækasti verkaliðurinn sem litið á. Man geti talað að þetta væri eiginlega svona stéttagreining Donald Trumps sem að talar svona sína kjósendur. Það eiginlega sko versetti verkaliðurinn sem hann ætlar að redda. En í okkar samfélagi verkaliðurinn náttúrulega, það eru kennarar og það alls konar fólk og líklega ólíklegt að vinna á einhverjum árangur á Íslandi nema með einhverju breiðri samstöðu ólíkra hópa verkalýðsins. Já. Til þess að ná fram breytingum í húsnæðiskerfum eða svona grunnkerfum samfélagsins. Hvernig, þessi nýji flokkur, hvernig horfir hann á svona, þegar hann að tala inn í stéttabaráttuna? Hann að tala megin þorra vinnandi fólks, 90% á móti 1%? Hvernig... Í ákveðnu leyti, það reyndar aðeins, hvar mörkin liggja, líklega það sem hann að tala það breytt. Við erum að tala það að til dæmis mörguleiti kúasta starfsfólki í dag ekki þeir sem eru í námum eða vinna í verksmiðjum. Þess að vinna í Amazon líklega? Já, það er fólkið í gig economy og það er einmitt fólk sem ekki eins og í verkalýðsfélögum í flestum löndum heims eins og Amazon eða þeir sem eru á hjólum að skutlast með mat og vörur og svoleið. Við sjáum bara á göttunum og þetta Volt. Já, Volt, þannig að auðvitað hefur eðli verkalýðshreyfingarinn verkalýðsins þetta blue collar, white collar, hvítflippar versus verkafólk, það er úrelt hugtak, en aftur á móti ertu með þú mátt segja í nútíma samfélag, þú ert með auðvaldi sem á allt á toppnum, síðan ertu með svona sæmilega sterkt svona lag getur farið upp í segjum 20% þjóðarinnar sem svona það sem getum kallað sérfræðingaveldi sem bara nokkuð ánægt með hvernig samfélagið vegna þess að þeim auðveldi borgarins töluvert vel til að halda hinu niðri og reka batteríin þeirra og restin í raun og veru það sem við getum kallað verkalýðsfélag og þessi nýji flokkur hann talar inn í svona breiða og eðlilega vinstri sinnaður róttækur flokkur sem að tala fyrir stéttabaráttu að þá hlýtur auðvitað forgangurinn að vera að það óalandi og óferjandi að fátækt sé til í samfélagum, ríkum samfélagum eins og okkar í dag, hvort sem að í Bretlandi og Íslandi. Guðmundur, þú hefur ekki átt sem vinstri maður í Bretlandi hefur ekki átt mikið tilefni fyrir bjartsýni undanfarin ára. Ertu bjartsýn núna með þennan nýja flokk? Ég hef alltaf, ég hef tileinkað mér það að vera bjartsýnn. Ég get verið, ég held að það sé mannskemmandi að vera alltaf svartsýnn. Ég held að eitt af því sem að
var eitt af því skelfilegasta sem nýfrjálshyggjunni tókst að gera. Það var að eyðileggja vonina betra samfélag. Að við getum byggt saman upp gott og réttlátt samfélag. Nákvæmlega. Sko, baráttumenn fyrri alda, þeir voru alltaf með vonina. Nýfrjálshyggjan eyðilagði þetta mörgu leyti og meira að segja fólk sem taldist vinstri í stjórnmálum að það var það besta, það var að laga eitthvað svona á jöðrunum. Það var hægt að laga eða bæta kjör jaðarsett fólks allir. Sósíalismin átti framtíðina alveg svona framundi bara 1980. Já. Og þá var sósíalismin eitthvað sem að til í fortíðinni, en framtíðin átti að koma með því að láta markaðin koma með svörin og ríka fólki kæmi bara með góða framtíð fyrir okkur. Já, nákvæmlega, og sósíalismin bara hugtaki sem slíkt. Samfélag sé byggt á félagslegum gildum og ég verða að viðurkenna það að frá þeirra 10. áratugnum að ég betri núna en ég var fyrir 30 árum þegar ég var ungu maður og vegna þess að ég held að framtíðs samfélags byggt á félagslegum gildum að vakna aftur og þegar við sáum framtíðina fyrir okkur að það sé hægt að gera betur þá erum við allavega komin á einhverja leið og bara fara þessa leið getur gert stórvirki. Guðmundur, takk fyrir að koma hingað að Rauða borðinu og ræða nýjan flokk í Bretlandi og vinstrið í okkar heimsluta. Takk fyrir kærlega. Og þetta eru lokin á Rauða borðinu í kvöld. Ég þakka Guðmundi og öllum gestur sem hingað komið. Ég þakka líka Birni Þorláks fyrir að hafa tekið viðtal og Maríu Lilju fyrir að segja fréttir með okkur, Pétri Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakka ég mest sem hafi verið að hlusta og horfa þegar við breytt þessu samtali okkar í fjölmiðlum og segja það svo ég minni nú á sem ég ger ofta þegar við byggt upp dreifikerfið bara með því að segja vinum og vandamennum frá efni sem ykkur líkar hér, bent á að það með finna efni okkar á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðarsveitum, í útvarpinu 89,1 á stór höfuðborgarsvæðinu og það má líka sækja þar útvarpsendingar á spilarann, spilari.is á netinu og svo spilari líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðun og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem eru heppin að skipta við síman fjarskiptafyrirtæki, þar eru með 5 fjarstýringunni, kannski ég veit ekki, munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínu viðskiptunum líka upp á efni frá samstöðunni sem er 24 tíma sólring, 7 daga í vikunni, allan ársins samfélagsumræðu við þetta Rauða borð í öðrum þáttum samstöðunar. Það sem drífur samstöðun áfram er sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur, fólk sem telur að vera mikilvægt að halda uppi samstöðunni í lýðræðislegu samfélagi og leggur okkur lið. Gerist áskrifendur, það kostar grunnáskrifendurinn 2.750 krónur sem að mér sagt að sé hlægilega lágt verðu með við það efni sem við búum hérna til en þið megi borga meiri þið viljið og þið sem að kjósið getið látið áskriftina renna þessi félagsgjöldin í alþýðufélagið og það er alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Ef þú vilt slást í hópinn og það vantar alltaf fleiri hendur og dekk eins og sagt að þá getur þú farið inn á samstöðun.is þar hnappur sem ástöndur áskrift og framhaldið á að liggja í augum uppi. En þetta er orðið gott í bili í kvöld, ég ætla að segja góða nótt og svo sjáumst við aftur hérna annað kvöld, þá verða sagðar fréttir á samstöðunni klukkan 8 eins og var í kvöld. Takk fyrir í bili. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.